Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Í dag langar mér að gera stúmp sem réttur sem getur verið aðalréttur en samt verið side dish eða svona, hvað segir maður, aukaréttur, svona hliðardiskur. Allavega, þá þetta kartafla, jarðepli. Þetta grænmeti, ég ætla að kalla þetta grænmeti, mér alveg skítsama hvað þið þarna úti sem trúi þetta sé ekki grænmeti. Þá, þá þetta svolítið mikil undirstaða í svona norðlægri eldamennsku. Talað Bretland eins og leggur sig, Skotland, Írland, England, Þýskaland, Danmörk, Ísland. Kartafla kemur mjög mikið við sögu á öllum þessum stöðum og í Belgíu rosa mikið vegna svokallara franska kartaflan sem kartaflna, hvað? Franskar, allavega belgískar kartöflur, þessar djúpsteiktu. Og stúmp. Kartöflumús, minna sæt og minna smúð, eða þú veist, öðruvísi smúð, það öðruvísi textúr í henni. En íslenska finnst mér aðeins svo sæt og þeir setja ýmislegt í stúmpið sitt, ýmislegt grænmeti. Ég ætla að vera með 2 útgáfur í dag, það gulrótar og auðvitað Brussels sprouts. Og hvað ætli Brussels sprouts sé á íslensku? Ætli það sé kallað smákál eða það sem þarf í þessu uppskrift kartafla, eða réttara sagt kartöflur, smjör, ég set hvítlauk, rjómi, nutmeg á íslensku kondu, þetta múskat, það ekki salt, pipar og koma náttúrulega heiðursfélagarnir gulrót og Brussels sprouts. Það þetta hérna. Ég man! Rósarkál. Fyrsta sem þarf að gerast að skarla kartöflur. Það ekki flókið ekkert. Það bara það var búin að skrala. Og salti í vatnið. Nei, slapp ekki inn. Slapp ekki önnur. Við býðum bara eftir suðunni. Þetta svona 10-15 mínútur. Allavega, við lokum þessu. Spörum orkuna. Rósakálið. Ég þurfti að gera Brussels sprouts. Og ef þið finnið ferskt rósakál, þá fáið ykkur það. En þetta frosna alveg ágætt líka sko. En þá þetta gert svona. Og svo í helming. Hérna lítur þetta svona út. Fallegur litur á þessu. Ætlar hann að velja fókusinn. Það ég ekki allt saman. Þá þetta svona. Það margir sem oja og foja yfir rósakáli. Svona í amerískum myndum og eitthvað. Ég skal segja ykkur að ef þú eldar þetta vel, þá þetta ógeðslega gott grænmeti. Ég ekkert mikið að flýsja neitt mikið. Mér finnst það ekkert voðalega, fyrsta lagi finnst mér ekki voða skemmtilegt og í öðru lagi, þá þarf þess ekkert. Tökum raskatið og framöndan. Þannig að ég gerir svona bara röffli svona yfir sko. Svona. Ég ekki að segja bara 2 gulrætur. Og röspuðar.
Og nú bara að bíða eftir kartöflunum. Það var mikið. Geta alveg pískað helling með þessu. Nei. Það er ekkert meiri tíma en þetta í þetta, segir mér. Já, Sjáðu. Alveg fer svona, ég veit ekki hvort ég ná þessu en þetta fer að, hnífurinn fer alveg auðveldlega í gegnum kartöflurnar núna. Og málið er núna að hella öllu vatni af og láta kartöflurnar þorna. Það gerum við bara svona. Við lætum bara gufa af þessu. En ég þarf á þessum potti að halda. Það er bara meira vatn og svo þarf ég bara að fara að gufusjóða grænmeti. Það notaði þessa græðu, setja þetta bara í botninn á pottinum, bíða eftir að suðan komi upp og hendi síðan grænmetinu út í og þá er það bara tilbúið eftir örskamma stund. Þannig að nú bara að bíða aftur. Já. Nú suðan alveg að koma upp. Suðan er bara komin upp. Og svo nauðsynlegt að loka. Færum við hérna kartöflurnar aðeins niður. Ein leiðin er að stappa kartöflurnar og hin leiðin er að ýta þeim í gegnum svona net. Þá verður músin mun fínni. Ég veit ekki hvort ég sjá þetta alveg að ég get sýnt ykkur þetta. Fylgjast vel með grænmetinu. Þá er þetta mast þannig að þetta er tilbúið. Svo mikil subbi þegar ég redda. Og salt. Herðu. Það bara verður feikinn á. Skellum þessu öllu nema kannski. Hvað er það? Þetta er pínu heitt. Skellum rósakálinu undir kalt vatn. Það hættir nú að sjóða. Herðu. Nú er ég að reyna að gera svolítið mikið í einu fyrir myndaðarlega. Ég ætla að taka hans til núna. Jæja, þá höldum við áfram. Skella smá hérna, hvað kallaði ég þetta? Nutmeg eða múskat. Skellum smá af því. Rjómi. Bara svona einhvers slags matarrjómi. Nú bara að smaka. Rosa gott. Nú ætlum við að fara yfir í að gera rósakáls stúmp. Og það er bara gert svona. Raunin er ég bara að sýna ykkur tvær mismunandi aðferðir að gera hérna stúmp. Þetta er hin leiðin, þar sem ég hendi smjörinu á pönnu. Alveg ágætis. Smjörið ætla ég að henda hérna hvítlauk út í. Látum þetta aðeins malla hérna saman. Svo hendum við kartöflum út í og svo berjum við það saman.
Ég veit nú ekki hvað hérna réttrúnaðar belgar segja við þessu. Við sjáum til. Ef þeir sjá þetta einhvern tímann þá bara geta þeir kommentað hérna fyrir neðan og sagt mér að ég segi fáið eða eitthvað. Við erum bara sama krydd. Það er nutmeg, salt og pipar, nóg smjöri, rjómi. Senda þessu út í. Hérna erum við komið með þetta. Þetta er nú ekkert flóknar pylsur sko. Það er komin alveg að hita pönnuna. Einn svona brúnpulsa og svo hérna svínapulsa. Áður við skellum pulsunum, gott að skella smá ólífuolíu á pulsunar eða bara hvaða olíu sem er sem þolir ágætis hita. Svo er það bara lusciously að láta pylsunar svona maka þeim í olíunni. Ég ætla að taka hann nú bara af. Þetta er að vera tilbúin og nú er bara komið tími til þess að pleita upp eins og við segjum hérna á góðri íslensku. Það er bara svona smá grænt, meira grænt. Þetta er með peterseili á hollensku já, en nú man ég ekki. Svo er það þessi þrír vinir hérna. Þeir eru sinnep, vinur allra belga, smá súrar fyrir smá grönns, laukur, hérna, svona. Þessi diskur tilbúinn. Þá vorum við komið með þetta, bara tvenns konar stúmp, bara rimpað upp eins og ekkert væri. Hérna, þessi black sausage hérna með Brussels sprouts. Já, Brussels sprouts er alveg æðislegt efni, sko. Ég veit ekki hvað það ætti að fá svona black sausage á Íslandi, en þetta er alveg mjög belgist og þetta er ekkert frá því að vera svona mjög blautt haggis. Það er eins og þeir hafi gleymt að setja hérna rúmjöl eða eitthvað svoleiðis í til þess að taka upp allan djúsinn, þannig að þetta er svona stúmp tilbúið. Það er rosa vetur í þessu, góðu vetur og hérna svo laxalykt af písunni. Nú vil elda lax daginn og hérna takk fyrir. Nú ætla ég að reyna að muna þetta. Þið myndi gera mig mikinn greið að læka og deila og kommenta og allt þetta. Það væri rosa gaman ef þið hérna gætu spurt mig spurningar eða sagt að eitthvað sé rangt eða bara
bara whatever, þið megið með þess að segja þessi fáiði og allt saman, það skiptir einhver máli. En allavega takk fyrir að horfa og þangað til í næstu viku.